Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 8. maí 2024 klukkan 16:34. Þetta 850. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Fundinn í dag situr Leifur Ingi Eysteinsson varabæjarfulltrúi í forföllum Aldísar Stefánsdóttur bæjarfulltrúa Framsóknar en aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Fyrir fundinum í dag liggja 10 mál, þar ber fyrst að nefna ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2023 sem hér lagður fram til síðari umræðu og afgreiðslu í framhaldinu. Þá eru 3 fundagerðir til afgreiðslu og loks 6 fundagerðir til kynningar. En við göngum þá bara beint til dagskrár og það þá eins og áður sagði fyrsta mál á dagskrá ársreikningur Mosfellsbæjar 2023 og það þá opið fyrir mælendaskrá og fyrst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Rétt aftur. Þetta kannski alltaf ég kem hér upp fyrir máli 1, ársreikningur Mosfellsbæjar 2023, síðari umræða. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Mosfellsbær sveitarfélag í miklum vexti og 7. fjölmennasta sveitarfélag landsins. Það ábyrgðarmikið og krefjandi verkefni að stýra bæjarfélaginu og hugað öllu því sem viðkemur rekstri bæjarfélagsins, uppbyggingu og þjónustu við bæjarbúa. Nú liggur ársreikningur ársins 2023 fyrir og vil ég fyrir hönd bæjarstjórnar byrja á því að þakka starfsfólki fjármáladeildar Mosfellsbæjar og endurskoðendum KPMG fyrir alla þá vinnu sem þau hafa unnið við gerð þessa ársreiknings. Einnig vil ég segja að Mosfellsbær býr að miklu mannauð og þar öflugt og reynslumikið starfsfólk sem vakið og sofandi yfir verkefnum sínum og skilar af sér rekstri í samræmi við áætlanir þar sem bæjarstjórn samþykkir. Það má líka geta þess að við eigum einstakan bæjarstjóra sem stýrir þessum flota vel og gerir það fagmannlega. Bara hafi kærar þakkir fyrir það. Já, það einkar ánægjulegt að fyrsta heila árið okkar á þessu kjörtímabili sé niðurstaðan í rekstri bæjarins jákvæð. Rekstrarhagnaður af A- og B-hluta 341 milljón og mjög gott að sjá þennan viðsnúning frá síðasta ári. Niðurstaðan fyrir árið 2023 var heilt yfir góð og reksturinn í góðu samræmi við fjárhagsáætlun. En það voru fyrst og fremst atriðin eins og áfallnir vextir og verðbætur á verðtryggðum lánum og auknar lífeyrisskuldbindingar sem fóru verulega fram úr áætlun. En þar voru ytri aðstæður sem réðu því. Rekstrarniðurstaða bæjarins afrakstur vandaðra vinnubragða og sýnir fyrst og fremst ábyrgan rekstur. Það nefnilega ekki sjálfsagt mál að sveitarfélög skili hallalausu rekstri í þeirri verðbólgutíð og háa vaxtastigi sem nú ríkir. Enda kemur það í ljós ef samanburður gerður við ársreikninga annarra sveitarfélaga í kjördæminu að rekstur Mosfellsbæjar gengur bara ágætlega vel. En eftir sem áður þá verðbólgustigið hér á landi mjög hátt og fyrirsjáanlegt að það verði áfram þannig á allra næstu misserum. Ástandið því mikil áskorun fyrir okkur sem og bara öll önnur sveitarfélög og heimili í landinu. Því til mikils að vinna og nauðsynlegt að við tökum öll höndum saman að vinna gegn þessari háu verðbólgu. Tekjur ársins 2023 námu 20 milljörðum og 305 milljónum sem 23% hækkun frá fyrra ári. Þessar tekjur fáum við frá útsvari, fasteignaskatti, jöfnunarsjóði og öðrum tekjum. Og einmitt inn í þessum öðrum tekjum til dæmis
tekjur af byggingaréttargjöldum. Og þar fengum við alls 700 milljónir króna, sem voru 100 milljónum umfram áætlun. Þessi niðurstaða sýnir okkur hversu mikilvægt það að áætla ekki þessar tekjur við gerð fjárhagsáætlunar, enda þarf lítið að gerast til þess að tekjur af byggingarétti skili sér ekki. Þetta nefnilega ekki alveg í hendi. Rekstrar niðurstaða A og B hluta ársins eins og ég sagði rétt áðan, jákvæðum 341 milljón. Veltufé frá rekstri 1.935 milljónir eða 9,5% af tekjum og skuldaviðmiðið komið niður í 94,5% og hefur lækkað tæp 10% frá síðasta ári. Við erum þannig, eins og fólk veit, vel innan þessa 150% hámarkshlutfalls sem kveðið á í lögum. Launakostnaðurinn okkar, hann jókst 1,4 milljarð á milli ára og sú aukning að langstærstum hluta tilkomin vegna yfirtöku á Skálatúni en reksturinn færðist yfir til bæjarins þann 1. júlí 2023. Við þá yfirtöku jókst launakostnaður 443 milljónir króna en rétt að taka það fram að samhliða þá jukust auðvitað tekjur sveitarfélagsins frá jöfnunarsjóði. Þá hafa hækkun launavísitölu og kjarasamninga einnig mjög mikil áhrif, en sá liður nam 670 milljónum á milli ára. Hækkun hins vegar launakostnaður umfram kjarasamninga og yfirtöku Skálatún sem ég búin að segja frá hérna rétt áðan, til dæmis meðal annars vegna veikinda og fleira, nam 3% af heildarlaunakostnaði árið 2023. Og ef við berum það saman við síðustu ár, að þá var það 6% 2022, 12% 2021, 7% 2020 og 6% 2019. Þannig að þróun launakostnaðar verður því að teljast ásættanleg. Skál. Eins og fyrr segir, þá var það fjármagnskostnaður sem vó langþyngst í rekstrarkostnaðinum, en verðbætur vegna verðtryggðra lána námu 1.733 milljónir. Og verðbæturnar á þessu voru 400 milljónum umfram fjárhagsáætlun. Við gerð fjárhagsáætlunar ávallt miðað við sameiginlega verðbólguspá sem flest sveitarfélög nota. Fyrir árið 2023 var spáin fyrst 4,9 en endaði svo að verða 5,6, en niðurstaðan var hins vegar sú að verðbólga ársins 2023 var 7,7%. Því hefur verðbólgan haft gríðarleg áhrif á fjármagnskostnað og þar að auki jukust lífeyrisskuldbindingar okkar 217 milljónir umfram áætlun. Já, þegar íbúum sveitarfélaga fjölgar þá þarf vissulega aukna innviðauppbyggingu, en slík uppbygging verður að vera sjálfbær til lengri tíma litið. Þessi innviðauppbygging þarf að vera í góðum takti við rekstur sveitarfélagsins og það þarf að sníða stakk eftir vexti, eða bara alveg eins og maður rekur heimili sitt. Mosfellsbær hefur þurft í gegnum árin að ráðast í kostnaðarsama fjárfestingar með lánsfé eins og mörg önnur sveitarfélög. Og það ljóst að þegar verðbólgan jafn há eins og hún nú, þá hefur þessi lánastaða áhrif á fjárfestingagetu sveitarfélagsins. Við teljum því mikilvægt að vera vakandi yfir þeim verkefnum sem í gangi á hverju sinni bara og taka fjárfestingaáætlun reglulega til skoðunar bara eftir hvað í gangi í samfélaginu eða bæjarfélaginu okkar. Á árinu 2023 voru ýmis stór og kostnaðarsöm verkefni í gangi í bæjarfélaginu og má þá sérstaklega nefna miklar viðgerðir
og endurbætur á Kvíslaskóla, endurbætur á leikskólalóðum og byggingu nýs leikskóla í Helgafellshverfi. Ásamt byggingu íþróttahús við Helgafellsskóla, endurnýjun gervigrasvallar við Varmá og þó nokkra gatnagerðar. En í hvað annað fara peningarnir okkar en í fjárfestingar? Jú, þeir fara í ýmiss konar þjónustu og lögbundin verkefni eins og fræðslu og uppeldismál. Fræðslu og uppeldismálin okkar umfangsmesti málaflokkurinn okkar í rekstri sveitarfélagsins og nam hann 8.066 milljónum eða 51,5% skatttekna, sem stór hluti af tekjunum okkar. Til velferðarmála hafa verið veittar 3.434 milljónir eða 21,9% skatttekna og þar með talin framlög vegna málefna fatlað fólks. Síðan það íþrótta- og tómstundamál, það þriðja umfangsmesta verkefni bæjarins og til þeirra var ráðstafað 1.722 milljónum eða 10,9% skatttekna. Þannig að það ljóst að stór hluti tekna Mosfellsbæjar eða 8, 10 og 4,3% fari í þessa 3 málaflokka. Og þá bara 15,7% eftir fyrir aðra þjónustu og uppbyggingu í bænum. Já, það ávallt mikilvægt að vanda til verka og það þarf að forgangsraða. Við ætlum að halda áfram að undirbúa vel allar framkvæmdir enda við sannfærð að þessi vinnubrögð séu farsæl. Á heildina litið sýnir ársreikningur ársins 2023 að vel tókst til í rekstri bæjarins og við mjög stolt af niðurstöðunni. Við viljum tryggja að bæjarbúar njóti áframhaldandi góðra þjónustu, auk þess sem við viljum sinna viðhaldi eigna vel og halda áfram uppbyggingu með skynsemina að leiðarljósi. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, starfsmenn bæjarins. Ég kem hér undir sama máli, ársreikningur Mosfellsbæjar 2023. Ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir 2023 liggur nú fyrir og það jákvætt að eins stórt sveitarfélag og Mosfellsbæjar skili afgangi. Ég vil nota tækifærið og þakka starfsfólki Mosfellsbæjar fyrir sína vinnu við gerð ársreikningsins og þökkum við sérstaklega öflugu teymi á fjármálasviði, Pétur Lofton og Önnu Maríu ásamt öllum sviðsstjórum og þeirra öfluga fólki sem hefur unnið að þessum ársreikningi og auðvitað bæjarstjórann okkar sem hefur haldið sínu fólki líklega við efni dag og nótt. Við vorum yfirleitt sammála góðum verkum á síðasta ári en samt ekki alltaf og við gagnrýndum oft meiri hlutann og tókumst á varðandi ýmislegt sem við hefðum viljað sjá öðruvísi og sitt sýnist hverjum niðurstöðuna 2023. Niðurstaða rekstrarreiknings A-hluta Mosfellsbæjar jákvæð sem nemur 230 milljónum. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta var árið 2023 tæpar 341 milljón sem þó lakari útkoma en áætlað var og það þrátt fyrir að umtalsvert hærri tekjur en áætlað var á árinu. Það raun og veru ekki hægt að segja að reksturinn sé sjálfbær þar sem að jákvæð rekstrarniðurstaða að okkar mati að mestu vegna hækkunar skatta, gjalda og álaga á íbúa en mestu munar þó einskiptistekjur af sölu byggingaréttar og leiðréttingar á tekjum frá jöfnunarsjóði, meðal annars vegna skólamála.
Sjálfbærni sveitarfélaga felst í því að skapa íbúum sínum bestu mögulegu lífsskilyrði án þess að ganga á möguleika íbúa framtíðarinnar til góðs lífs. Á nýafstaðinni fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna flutti Ingvi Harðarson, framkvæmdastjóri Analytica, yfirgripsmikið erindi þar sem hann velti fyrir sér spurningunni hvort sveitarfélög eru fjárhagslega sjálfbær. Sjálfbær sá rekstur sem til lengdar á fyrir skuldum. Reksturinn þarf að skila tekjum sem nægja til að greiða rekstrargjöld og eðlilega fjárfestingu og viðhald eigna. Köllum afganginn frumjöfnuð. Frumjöfnuðurinn þarf með að minnstakosti að nægja til að greiða afborgunarlánum og vexti. Ef afgangurinn nægir ekki, blasir við að brúa þar bilið með lántöku. Ljóst að það gengur ekki til lengdar í rekstri sveitarfélaga þótt að viðbúið að sú verði raunin tímabundið, til dæmis þegar að ráðist í miklar fjárfestingar. Til að sjá hvort reksturinn sé sjálfbær til lengdar þarf að núvirða frumjöfnuð ókomna framtíð. Núvirtar afborganir af lánum eru samkvæmt skilgreiningu jafnar skuldum. Fjármál sveitarfélags teljast sjálfbær ef núvirði frumjafnaðar ókomna framtíð er jafnt eða umfram skuldir að frádregnum peningum í sjóði. Næsta skref áætla hver þróun tekna og frumjafnaðar verða ókomna framtíð. Analytica notar tvær aðferðir til þess. Söguleg gögn notuð til langtíma vöxtur tekna metin með tölfræðilegum aðferðum. Forsenda að framtíðin líkist fortíðinni. Mannfjöldaspá Hagstofu og Byggðastofnunar notuð til að áætla vöxt tekna og gjalda í framtíðinni með tölfræðilegum aðferðum. Sveitarfélög flokkuð eftir því hver drífandi atvinnugreinin Báðar aðferðirnar slétta yfir einskiptistekjur og gjöld. Að síðustu þarf að meta hvaða vexti sveitarfélagið að greiða af skuldum og hvaða vexti það fær af eignum. Endanleg nettó vaxtaprósenta fæst sem vegið meðaltal af vöxtum af nettó skuldum og lífeyrisskuldbindingum. Hagnaður ársins af A-hluta er nær sá sami og hækkun fasteignaskatta á íbúa bæjarins 250 milljónir. Hér að ræða hækkanir á fasteignaeigendur og fyrirtæki. Ekki að ræða fjölgun íbúa í bænum heldur hækkanir á fasteignagjöldum. Þetta áhugavert þar sem kemur fram í málefnasamningi meirihlutans að ætlunin sé að lækka álagningarprósentu fasteignagjalda til að koma á móts við hækkun á fasteignamati og sérstök áhersla lögð á sjálfbærni í rekstri bæjarins. Framlag jöfnunarsjóðs hefur aukist síðustu árin. Útsvarstekjur hækkuðu á milli ára 2022 og 2023 1,2 milljarð. Fasteignaskattur 250 milljónir, framlag jöfnunarsjóðs rúmar 700 milljónir og aðrar tekjur 1 milljarð. Hér meðal annars að ræða hækkun vegna hækkunar á útsvarsprósentu og hækkun á gjaldskrá. Framlög frá jöfnunarsjóði flokkast sem tekjur í ársuppgjöri sveitarfélaga og því hluti af heildartekjum sveitarfélaga. Hversu hátt hlutfall segir ef til vill mikið fjárhagslega sjálfbærni sveitarfélags. Hlutverk sjóðsins að veita framlög sem jafnar mismunandi tekjumöguleika og útgjaldarþörf þeirra, það að segja framlög sjóðsins. Þar af leiðandi fá fjárhagslega velstæð sveitarfélög minni hlutdeild greitt úr jöfnunarsjóði. Illa stæð sveitarfélög reiða sig að jafnaði meira á greiðslur úr jöfnunarsjóði og að jafnaði gildir því lægra hlutfall því betra. Launakostnaður hækkaði 1,3 milljarð á milli áranna 2022 og 2023 og hluti hækkunar vegna stöðugilda sem að fylgja skálatúni og kjarasamningshækkana 1,1 milljarður. Annar rekstrarkostnaður hækkar 500 milljónir milli ára. Áætluð útgjöld vegna varanlegra fastafjármuna voru áætluð 2,1 milljarðar en á árinu fóru 1,8 milljarðar í framkvæmdir og þar af 158 milljónir umfram áætlaðan kostnað í Kvíslaskóla. Hluti af öðrum áætluðum framkvæmdum var frestað á árinu. Rekstrarniðurstaða félagslegra íbúa var neikvæð 41 milljónir á árinu en var jákvæð árið 2022 4,6 milljónir. Og svo var rekstrarniðurstaða hlékast neikvæð 4,3 milljónir. Það sem stendur upp úr í ársreikningum meðal annars að skattar og álögur á íbúa að stórhækka annað ár í röð. Skuldir aukast milli ára 2 milljarðar. Kostnaður við rekstur bæjarins eykst milli ára 20%. Launakostnaður jókst 21% milli ára á meðan að launavísitalan hækkaði 7%.
Stöðugildum fjölgar mikið. Tekjur eru mun hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Miðað við að vextir og verðbólga virðast ætla að lækka hægar en áætlanir gerðu ráð fyrir ljóst að fara þarf í hagræðingar og lækkun á útgjöldum. Það veldur því áhyggjum að í áætlun næsta árs má sjá áframhaldandi innleiðingu á nýju skipuriti með fjölgun stöðugilda. Íbúum Mosfellsbæjar fjölgar áfram og traustur rekstur undanfarinna ára og sterk fjárhagsstaða eiga að gera sveitarfélaginu kleift að veita íbúum framúrskarandi þjónustu sem stöðugt hefur að aukast og mun við vonandi gera áfram. Það jákvæða rekstrarhorfum bæjarins þó í fyrsta sinn í mörg ár en Mosfellsbær eigandi að landi sem var úthlutað lóðum á síðasta ári og verður úthlutað áfram næstu 2-3 ár og mun það tryggja 100 milljóna í tekjur á hverju ári fyrir sveitarfélagið. Við bæjarfulltrúar í D-lista munum áfram styðja góðar tillögur og við munum hvetja meirihlutann áfram til góðra verka. Við munum einnig áfram koma okkar tillögum og stefnumálum á framfæri svo áfram verði gott að búa í Mosfellsbæ. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi, og þá það bæjarfulltrúi Dagný. Gjörðu svo vel. Mér líður bara eins og leikskólakrakka að koma eftir að bæjarfulltrúanum með að draga öllum þessum tölum. Ég kem hérna upp undir samanlið ársýningu Mosfellsbæjar frá 2023 og ég vil byrja að þakka kærlega þeim sem komu með öllum undirbúningi og vinnslu og góðar og gagnlegar upplýsingar, bæði frá fjármálaeftirlitinu og endurskoðendum. Þetta eru margar blaðsíður og það er gott að setja undirbúa mann vel. Í okkar huga bara margt jákvætt í þessum ársýningum, við heyrðist öll vera sammála það, svona heilt yfir. Eins og við lásum hann og skildum hann þá virðist hann hafa staðist þær áætlanir sem var lagt upp með svona að bara langmestu leyti. Og við erum að sjá munin að það var tapað reksturinn 900 milljónir fyrir ára síðan en núna sérst fyrir árið 2022 en núna fyrir árið 2003 hagnaður upp á 300 milljónir. Og ég gerði svo bæjarfulltrúanum bara, ég fór að skoða í hverju þessari niðurstöðu fólust og þá var það byggingarréttargjöldin sem var að hækka 100 milljónir og útsvarið og fasteignaskatturinn. Þannig að það í rauninni það sem stendur það sem að koma okkur á þennan stað að það í rauninni hærri tekjur. Fyrir ári síðan þá ávarpaði ég sérstaklega skuldastöðu sveitarfélags og ég ætla að gera það aftur núna því ég hef svolítið áhyggjur af því hvernig þetta svo í þessi árferði sem nú ríkir og okkar ytri aðstæðum sem við höfum ekki stjórn á að þá geta hlutirnir svo fljótir að breytast. En á milli ára hafa skuldirnar aukist 2 milljarðar og hafa undanfarin ár verið að vaxa jafn þó þétt. Ég geri mér grein fyrir því að með skuldaaukninguna þá hafa það heilmikið framkvæmdir verið í gangi á móti. En á sama tíma erum við að fara í miklar framkvæmdir þess ári og innan nokkur ára erum við að fara í fjárfrekar framkvæmdir og miklar á Blikastöðum. Þannig að þá það svona okkar mat að þurfum svolítið að fara að hugsa heildarmyndina og við höfum rætt það. Og ég velti því svona fyrir mig hvort við ætlum að hefja þá vegferð með svolítið svona þannig að þanda fjárfestingaráætlun og svo skuldaaukningu til nokkur ára. Þá má ekki mikið að breyta til að komast í vandræði. Og þetta svona eitthvað sem ég veist ég þurfa að velta fyrir okkur. Og kannski sérstaklega þegar það var einn punktur endurskoðandans daginn að við þyrftum að hugsa það hvernig fjárfestingar væru fjármagnaðar. Þetta var ábending sem kom með þegar hún ræddi veltufé frá rekstri. Þá var hún að benda á að veltufé frá rekstri A-hluta var 1,5 milljarðar. En samkvæmt fjárfestingaráætlun þá erum við að horfa upp á framkvæmdir upp á alltaf 5 milljarðar þessu ári. Það þýðir að við eigum þá minni pening. Við eigum þá 3,5 milljarðar sem okkur vantar. Og ætlum við alltaf að taka lán eða hvernig ætlum við að leysa það? Ætlum við að draga úr framkvæmdum og við þurfum svona að velta þessu fyrir okkur, sérstaklega kannski ljósi fregna dagsins að vextirnir verða óbreyttir. En það svona okkar sameiginlega ábyrgð sem hér sitjum að við þurfum að gæta jafnvæginu, að stækka bæinn og við þurfum að gera það
þannig að við séum ekki að reisa okkur hurðarás öxl. Fleiri orð ætla ekki að hafa þetta. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi, og þá hefur bæjarstjóri beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að fá að koma inn á orð hækkun launa á milli ára. Og það alveg rétt að launakostnaðurinn jókst 1.400 milljónir en sundurliðast með þeim hætti að launakostnaður vegna yfirfærslu á þjónustu Skálatúns nam 443 milljónum eða 31,6% af þessari hækkun. Kjarasamningshækkanir voru 670 milljónir eða 47,8%. Yfirvinna og verktaka gerir þá restina eða tæplega 20%. Og ég ætla að gera grein fyrir því. Þar af vorum við að færa verktaka sem hefðu unnið fyrir okkur. Það eru 50 milljónir vegna færslu verktaka yfir í tímavinnu. Þannig að þeir eru komnir á launaskrá úr rekstrinum. Sama gerðist með 2 stöðugildi úr NBA-samningum sem fara úr rekstri yfir í laun af sérstökum ástæðum vegna þess samnings. Nú þá erum við að taka í skólaþjónustunni, höfum við að taka sérfræðinga í 1,5 stöðugildi, talmeinafræðing og sálfræðing úr verktöku yfir í laun. Þannig að veikindi og þessi tilfærsla úr verktöku, af því þið sjáið að rekstrakostnaður lækkar á milli ára, að það er skýringin að það er að fara inn í launin. Það er engin aukning í stöðugildi, jafnvel þó við höfum samþykkt að fara eins og í gegnum stjórnkerfisbreytingarnar voru þarna samþykkt 2 stöðugildi, en heilt yfir þá eru engar. Það er að koma inn en annað að fara út. Það er engin aukning. Bara svo það sé sagt aftur og aftur, það er engin aukning á stöðugildum í stjórnsýslu Mosfellsbæjar. Og síðan er ákveðin stöðugildaaukning sem tengist á Helgafeldsskóla, vegna þess að það er nemendafjölgun, en allar þessi aukning á sér eðlilegar skýringar og er alls ekki vegna þenslu hvorki í rekstrinum, úti á feltinu, í íbúðakjörnum eða leikskólum eða skólum, né heldur hér í miðlægu stjórnsýslunni. Að öðru leyti deili ég áhyggjum af því að sveitarfélög almennt eru með mjög veikan tekjugrunn. Og þegar að við erum að horfa upp á vextina eins og þeir eru núna, gleymum því ekki að við erum með 1.700 milljónir í verðbætur og annan kostnað sem koma til vegna verðbólgunnar, að þá verð ég að segja að við stöndum okkur ágætlega þrátt fyrir þetta erfiða rekstrarumhverfi, og vissulega eru byggingarréttargjöldin tekjuöflun okkar að hjálpa okkur á svona erfiðum tímum í erfiðu árferði. En ég endurtek, það er engin bólga í stöðugildafjölgun hjá Mosfellsbæ. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Enn er opið fyrir mælendaskrá ef fleiri óskar að taka til máls ársreikning. Svo, já, bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem upp undir fyrsta lið þessa fundar, ársreikningur Mosfellsbæjar 2023. Það hefur komið fram í máli þeirra sem hafa hér talað, bæjarfulltrúar Höllu Karínar og Rúnars Braga og Dagnýjar, að ég held að við séum öll bara þokkalega ánægð með niðurstöðuna, og það er bara að við erum öll í sama liðinu og við eigum bara að viðurkenna það, hvort sem við erum í meira en minnihluta, og fagna því að hlutirnir ganga vel eftir. Það er aftur á móti, eins og kom fram í máli Rúnars Braga,
það eru staðreyndir sem að lúta að því að það að hækka kostnaður hjá okkur. Regína bæjarstjóri talar um það að það séu engar stöðugildis aukningar hjá Mosfellsbæ. Það kemur mér reyndar á óvart en ekkert að ég rengja hana, hún hefur örugglega betri yfirsýn yfir þetta heldur en ég, en við höfum meðal annars bætt við lögmanni og við höfum bætt við varðandi stafræna vinnuna og það. Ég veit ekki til þess að þessar stöður hafi til dæmis verið fyrir hjá bænum, en hvenær það kom inn það man ég ekki en látum það liggja milli hluta. Það sem aðalmálið fyrir okkur núna og fyrir þennan meirihluta sem þess að stýra, það það að þær áætlanir sem voru hér gerðar varðandi verðbólgu og vexti, þær ekki að ganga eftir vegna þess að það því miður ekki að ganga eins hratt niður verðbólgan og vextirnir eins og við vorum að vonast eftir, eins og kemur fram í niðurstöðu ársreikningsins. Og það mesta áskorun næstu misserin og kannski fyrir næstu fjárhagsáætlun fyrir 2025 vegna þess að við erum með bólna með framkvæmdaáætlun. Við minnum sé 5,1 milljarður fyrir næsta ár í brúttó og það liggur alveg ljóst í mínum huga að það einfaldlega gengur ekki upp að sú áætlun muni ganga eftir. Við sjáum líka fyrir árið 2023 að þar erum við með framkvæmdir sem voru mörgum frestað. Mér minnir að sé í kringum 350 milljónir sem vantaði upp á áætlunina og þar fór Kvíslaskóli 150 milljónir fram yfir áætlun, þannig að það komin hálfur milljarður og vegna þess að Kvíslaskóli var að taka þetta mikið til sín þá var öðru frestað, en öðru var líka frestað vegna þess að meirihluti vildi skoða endurskipulag varðandi þær framkvæmdir sem var búið ákveða eins og á Varmá og svoleiðis og það gerir það þá að verkum að þetta þéttist inn á 2025 og inn á 2026 og við þurfum þá að skoða hvernig hægt verður að bregðast við því vegna þess að það verður þá bara ennþá svona aftur þyngra og verður þá þyngra á 3 árum. En stærsta áskorunin verður þessi að ef það þarf að draga úr framkvæmdum þá þarf að forgangsraða því og það pólitískar ákvarðanir sem þarf að taka í því og það sem líka í þessu þegar kemur að þessum rekstri að þá það eins og þegar við erum að tala innleiðingu á nýju skipurötu svo framvegis, það áætlanir í gangi með það, þarf eitthvað að endurskoða það og það eiginlega þetta verkefni sem að þarf að skoða núna miðað við það að forsendurnar með vexti og verðbólgu ekki að ganga eftir sem að skipti gríðarlegu máli fyrir sveitarfélögin eins og Mosfellsbæ eins og önnur sveitarfélög, að þá þarf að grípa í handbremsuna áður en það verður of seint. Og það einfaldlega það sem við erum að benda á. Það alveg hárrétt að það eru skýringar á bakvið mikla launahækkanir, það komið fram hérna. Það því við tókum við Skálatún og það út af kjarasamningum hækkunum og svo framvegis. Þannig að því sem til að haga haldið. En það hefur aukist kostnaður við rekstur Mosfellsbæjar, hann jókst 20% á síðasta ári. Það mikið ef það felst ekki í neinu sem nýtur að auknum stöðugildum, þá liggur það þá annars staðar. En þetta kannski það sem við stöndum fyrst og fremst frammi fyrir núna, það það hvað þarf að gera, hvaða breytingar þarf að gera mögulega til þess að bregðast við þessum forsendum sem að því miður virðast að dragast á langinn og enn og aftur erum við að tala um verðbólguna og vextina. Tekur undir þakklæti til starfsfólks bæjarstjóra fyrir mjög góða vinnu og ekki síst endurskoðendana, þannig að bara áfram gakk, takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óskar til taka til máls, bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Hæstvirtur forseti og bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að taka undir þakkir til starfsmanna, bæjarstjóra og fjármáladeildar sem hefur borið hitann og þungan af gerð ársreiknings ásamt endurskoðendum okkar og
ég kemur engum á óvart að ég tek undir með Höllu Karen að lýsa yfir ánægju með þessa niðurstöðu. Við erum mjög stolt af því hvernig rekstrarniðurstaða ársins 2023 var með tilliti til þess umhverfis sem við erum í sérstaklega. Það eru nokkur atriði sem að mig langar að taka á. Ég get ekki látið hjá líðast að leiðrétta að það sem ég allavega til mikilvægt að komi fram úr henni fræðilegu ræðu bæjarfulltrúa Rúnars hér áðan, að hann gleymdi nefnilega einum ansi mikilvægum hluta í sinni upptalningu og það var verðbólgan og hvað áhrif verðbólgan hefur haft á fjármagnskostnað sveitarfélagsins. Hann misti það alveg niður í yfirferðinni, en ég vil benda á það að ef að verðbólgan hefði haldist eins og gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun, þá hefði hagnaður ársins 2023 verið 650 milljónum hærri heldur en ráð var fyrir gert. Þannig að jú, hann var vissulega lakari heldur en við gerðum ráð fyrir, en við skulum athuga það að á sama tíma þá jókst fjármagnskostnaður þessar 650 milljónir í vöxtum og verðbólgu og á hækkun lífeyrisskuldbindinga. Og það er mikilvægt að horfa á þetta vegna þess að í þeim lykiltölum sem að hér voru nefndar, þá eru nefnilega allar stærðir sem við erum að horfa hér á okkur í hag. Þær stærðir sem við viljum horfa á er hagnaðurinn. Hagnaðurinn er vissulega til staðar og við hefðum verið með hagnað þrátt fyrir byggingarréttargjöld. Byggingarréttargjöldin eru ekkert ein og sér að bjarga okkur. Vissulega, eins og hjá öllum öðrum sveitarfélögum, skipta þau gríðarlega miklu máli. Og þau skipta gríðarlega miklu máli vegna þess að okkur eru skorður settar í annarri tekjuöflun. Og ég bara get bent á sveitarfélögin hérna í kringum okkur sem mörg hver og bara eitt þeirra skilaði jafnmiklu neikvæðu veltufé frá rekstri eins og við skiluðum jákvæðu, en þau skila hagnaði vegna þess að þau eru með byggingarréttargjöld sem að bjarga þeim. Við erum allavega ekki þar. Við erum með nærri því 10% veltufé frá rekstri og þetta er algjör lykiltala því hún segir okkur það að við eigum fyrir næsta árs afborgunum af lánum. Þannig að þessir viðmið sem að við viljum miða við, þau eru réttu megin við strikið hjá okkur og ég bara get ekki látið hjálíðast að benda bæjarbúum sem að eru kannski þeirra gæfu að njótandi að horfa á okkur hér í dag að rekstrarniðurstaða Mosfellsbæjar er svo besta á höfuðborgarsvæðinu og það er bara eitthvað sem að við erum bara mjög stolt af. Það hefur verið farið ágætlega vel yfir þetta með fjölgun stöðugilda. Ég vil benda á bæjarstjóri það sagði að það hefur ekki orðið nein fjölgun stöðugilda í stjórnsýslunni. Ég get aðeins útskýrt og rifjað upp fyrir bæjarfulltrúa Ásgeiri Sveinssyni að staða bæjarlögmanns hafi verið ákveðin í tíð fyrri meirihluta, þannig að þið eigið það þó allavega. Önnur stöðugildi var eins og bæjarstjóri kom yfir, það hefur orðið tilfærsla á störfum. Og þannig að enn og aftur, þó þessi búið að segja ykkur þetta áður, ekki hafa áhyggjur, við erum ekki að blása upp stjórnsýsluna. Bara rólegur, við gerum það ekki. Síðan var það fullyrðing það að hagnaðurinn af A-hluta væri jafn því sem nemur hækkun fasteignagjalda, hækkunar fasteignagjalda sem að er mjög hugleikið. Ég vil enn og aftur ítreka það
að við erum að beita nákvæmlega sömu aðferð og hefur verið beitt hér í gegnum mörg ár við ákvörðun á álagningarprósentu fasteignagjalda og ekki rugla saman fasteignagjöldum og fasteignaskatti. Fyrir þetta ár í ár lækkuðum við meira segja gjöld sem aldrei voru lækkuð í tíð fyrir meiri hluta eins og fráveitugjald og vatnsveitugjald. En hvað sem því líður þá það líka ánægjuleg staðreynd að verðmæti húsnæðis í Mosfellsbæ hefur aukist og það fyrst og fremst ástæðan fyrir hækkun þessa gjaldstofns. Eins og við komum inn á hérna áðan, þá eru sveitarfélögum mjög þröngar skorður settar í tekjuöflun. Við verðum þar af leiðandi að nýta okkur þennan tekjumöguleika sem við höfum. Ég hins vegar persónulega þeirrar skoðunar að mér finnst eignaskattur mjög ósanngjarn skattur. En hvað hefum við að gera? Við þurfum að veita alls konar þjónustu. Við erum með fólk í okkar samfélagi sem hefur ekki sömu tækifæri og við. Við verðum að nýta þá skattstofna sem við höfum og við gerum það skynsamlega. Ef ykkur finnst svo aðferð sem þið notuðu hér til margra ára ekki skynsamleg, þá væri gaman að heyra tillögu að annarri nálgun, en við erum samt sem áður ennþá að nota þessa nálgun. Hún hefur reynst sveitarfélaginu vel. Hún reyndist ykkur vel, hún hefur reynst okkur vel. Þá vil ég líka benda á að það mikil einföldun að ætla að taka einn tekjulið svona út fyrir sviga og segja að hagnaður bæjarins sé tilkominn út af því að álögur á fasteignaeigendur hafi hækkað. Ég velti fyrir mér hvort að inn í því sé tekið tillit til fjölgunar húsnæðis til dæmis milli ára. Það mjög erfitt að ætla og mikil bara, það bara rangt að gera þetta svona. Það ekki hægt að reikna þetta svona. Svo vil ég fara aðeins yfir framkvæmdir þar sem að það hefur verið ákveðnar ábendingar sem hafa komið fram það að við höfum ekki farið í allar þær framkvæmdir sem að til stóð. Í fyrsta lagi vil ég benda á að það bara ósköp eðlilegar ástæður fyrir mörgum þeirra. Til dæmis var gert ráð fyrir framkvæmdum á atvinnusvæði í Blikastaðalands upp á einhverjar 400 milljónir. Ég meina, það ekki ennþá farið í þar. Það 24. Það ekki við okkur að sakast. Það liggur ekki á okkur. Við viljum ekki fara í einhverjar framkvæmdir fyrir við vitum að það var fyrirsjáanlegt að við séum að fara að fá tekjur af því landi. Þetta verður að haldast í hendur. Þannig að oft á tíðum bara mjög eðlilegar ástæður fyrir því þegar að ekki farið af stað í fjárfestingar. Hin hliðin síðan sú að það gríðarlega há verðbólga og hátt vaxtastig. Í því umhverfi bara stend ég stolt undir því að anda í kviðinn og endurhugsa framkvæmdir og ekki ana af stað bara af því að þetta á fjárhagsáætlun. Við verðum að meta heildarhagsmunina. Og eins og bæjarfulltrúi Dagný kom hérna inn á áðan, ég meina við þurfum þá að taka lán. Viljum við vera að taka meira lán heldur við bara til þess að framkvæma þetta. Við verðum að vega og meta kosti og galla og hagsmuni bæjarbúa allra þegar að þessar ákvarðanir eru teknar. Ég vil síðan benda það að bara af því að hafa skoðað aðeins hérna aftur í tíman í bæjarfélaginu að þá sé ég það að hjá okkur þá höfum við í ársreikningi fyrir 2023 framkvæmt 80% af því sem var lagt upp með í fjárhagsáætlun. Og nú þarf ég að finna hérna hjá mér rétt skjal. Ég góð að multitaskan greinilega ekki af góð ég hér.
það sama var upp á dúrnum árið 2022, þá var voru framkvæmdar 80% af því sem var á fjárfestingaráætlun. Árið 2021 var 92% framkvæmt, en árið 2020 var farið fram úr áætlun og framkvæmt fyrir 105% af fjárfestingaráætlun og 2019 107%. Ég vil frekar vera í því þar sem við stígum varlega til jarðar heldur en að fara fram úr áætlunum eins og var gert 2019-20. Og hérna erum við bara að tala um fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum svo að því sé til haga haldið. Þannig að það er engin stórkostleg breyting árið 2023 frá 2020 eða 2021 ef því er að skipta, en verulega viðsnúningur frá þessari umframkeyrslu sem var 2019 og 2020. Þannig að við höldum áfram með þessum hætti og þökkum enn og aftur starfsfólki bæjarins fyrir að standa vaktina, vera vakandi. Ég vil taka undir það sem hefur komið fram, eins og í málflutningi Ásgeir Sveinssonar hérna áðan og bæjarstjóra og fleiri. Sá aðili sem við þurfum að eiga baráttu við núna er verðbólgan. Það er hún sem skiptir okkur öllu máli að ná niður. Það eru verkefni sem okkur langar að fara í, það eru verkefni sem við þurfum að fara í og ef við náum ekki tökum á þessum forna fjanda verðbólgudraugnum þá er alveg sama hversu góður við erum í rekstri eða ekki og hversu margar góðir við eigum. Það verður lítið hægt að hreyfa sig. Þannig að stöndum saman að því og takk fyrir mig. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi Kestri kemur upp undir sama lið ársreikningur Mosfellsbæjar 2023 í annað sinn. Það nú ekki að fara víðan völl, svo sem. Ég talaði ekki bæjarlögmann, það var ekki verið að ráða hér bæjarlögmann. Ég mjög stoltur af því að ég vann að því að síðasta kjörtímabili það auki hér við stöðugildi lögmanns og ég var að benda á það að sú staða var ekki tilfærsla, þannig að því sem náttúrulega haga haldið. Og ég vildi bara vekja athygli á því að ég var ekki alveg vissum hvort þetta væri þá rétt hjá okkur, þar sem að bæjarstjórinn okkar sagði að hefði orðið engar aukningar á stöðugjöldum hérna. Eins og ég sagði á hann að þá ætla ég ekki að rengja það og við getum bara rætt það í rólegheitum við Regínu og við ykkur hvort það hérna og fengið þá skýringar ef við teljum að það sé nauðsynlegt. Varðandi fasteignaskattana og hvort það sé sanngjarnt að taka þá sérstaklega út, þá er það þannig að það er staðreynt að það hefur hækkað verulega fasteignaskattar hér umfram það sem gerði á síðastliðnum árum og það er vegna þess að utanaðkomandi aðstæður eru þannig og það er vegna þess að fasteignamatið hefur hækkað svo mikið á síðustu 2 árum og þá þarf kannski að bregða sérstaklega við því. Og það, við sem borgum hérna fasteignaskatta í Mosfellsbæ, við vitum það bara að þetta hefur orðið miklu meira hækkun heldur en undanfarin ár. Þannig að það þýðir ekkert að mótmæla því og fólki í bænum, það borgar ekki fasteignaskattana sína vegna þess að íbúðirnar eða húsin hafa hækkað í verði. Það skiptir engu máli. Hér er 10% verðbólga búið að vera, hér eru vextir í hæstu hæðum, hér er fólk sem hefur verið að borga jafnvel þrefalt af lánunum sínum. Það munar mjög mikið þessa fasteignahækkanir. Þannig að það er það sem við erum að benda á. Þarna kemur þá kannski þessari forgangsröðun og hvað hægt er að gera og hvað viljum við gera til þess að hjálpa fólk út úr þessu. Svo þegar kemur að því að tala að bera saman til dæmis fyrir eins og fjárfestingar áætlanir og hvað það stóðust mikið undanfarin ár, þá er sjálfsagt að gera það, en ég er þá jafn stoltur af því, eins og meirhlutinn er stoltur af þessari útkomu, að við náðum þá að halda uppi fjárfestingar getunni hérna, meðan að það hrundi hérna tekjustofnanir í COVID í 2,5 ár, en það er kannski rétt á að taka það líka inn í umræðan og inn í reikningin þegar við erum að bera þetta saman. Þannig að það væri gaman að sjá hvernig
fjárfestingaráætlunin væri hér og hvað væri búið að framkvæma mikið ef við verum að horfa á sama tekjufall á árinu 2023 eins og var á árinu 2020 og 2021. Þetta skiptir verulega miklu máli. Þannig að allur svona samanburður, hann getur verið ágætur en það er spurning hvernig það er teiknað upp. En hárrétt, við þurfum að reka þetta að mikilli ábyrgð, en akkurat rétt, þegar við erum að horfa á að við stöndum frammi fyrir miklum framkvæmdum, þá þarf nefnilega líka að taka ákvörðun það. Hvenær ætlum við að setja stopp á þar? Hvað þurfum við að gera? Hvað viljum við gera? Hvernig viljum við forgangsraða? Vegna þess að ég hef aldrei vitað til þess að framkvæmdir sem frestað 1 ár eða hálft ár eða 2 ár, að kostnaður við þær lækki. Og það er eitt af því sem við höfum sett út á, að það hafi verið frestað hjá framkvæmdum sem að síðan hækkuðu. Og það er eitthvað sem að menn þurfa að standa og falla með, en það þarf að vanda sig gríðarlega vel í þeim ákvörðunum þegar þær eru teknar. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo tel ég ekki. Jú, bæjarfulltrúi Lovísa Gjörsói. Ágætu bæjarfulltrúar, mér þykir rétt að koma upp og benda á að ég vil alls ekki gera lítið úr því að fasteignagjöld taki í hjá fólki. Eðlilega gerir það í svona verðbólgu umhverfi eins og nú er. Okkar ábending snýr að því að við erum að nota sömu aðferð við að reikna álagsprósentuna. Þannig eru fasteignagjöld samsett. Þau eru samþætt af nokkrum liðum og það er aðferðafræðin til þess að koma til móts við hækkun á fasteignamati. Það er sú aðferð sem er óbreytt. Fasteignaverð skiptir öllu máli þegar það kemur að fasteignagjöldum. Vegna þess að fasteignamat tekur að stærstum hluta mið af fasteignaverði í viðkomandi hverfi. Þannig að leið og fasteignaverð í einhverju hverfi rýkur upp, þá rýkur fasteignamatið upp. Þetta er bara staðreynd. Svona er þetta. Okkur kann að finnast hvað sem er það, en svona er grundvöllur fyrir fasteignamati. Þetta vegur mjög þungt inn í það, fyrir utan aðrar stærðir eins og efnahagslegar væntingar og vísitölur. Síðan langar mig að segja að það var vissulega ánægjulegt að við gátum haldið hér uppi framkvæmdum og öðru í COVID, en ég vil líka benda á að það var full samstaða það í bæjarstjórn að gera okkar allra besta til þess, og ég líka benda á að á þessum árum tókum við þau stærstu lán sem við höfum tekið. Og það er hluti af því sem er að valda því að fjármagnskostnaðurinn hjá okkur er náttúrulega svona mikil núna. Því að þessi lán, eins og fyrir, ég man ekki hvort það sé 20 eða 21, þá tókum við allavega 3,5 milljarð í lán. Þannig að það tekur verulega í núna. Þannig en við gátum haldið uppi, sumir gerði ekki neitt, tóku engin lán og gerði ekki neitt. Við tókum lán, við framkvæmdum, héldum áfram með það sem við þurftum að vera að gera, en við verðum líka að horfast í augu við það að það er eitt af því sem setur okkur þröngari skorður núna. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það eru gestir. Við tókum sannarlega lán hér á þessum árum. Það er alveg hárrétt. En það skal líka sagt að lánin sem voru tekin hér í COVID og eftir COVID voru á sögulegu lægstu vöxtur sem sveitarfélagið hefur fengið. Með þeim voru borguð niður lán, önnur óhagstæðari lán, þannig að lánin sem tekin hér voru getum við ekki skellt á skuldina að við séum að súpa að segja því núna, því að vextirnar af þeim lánum voru sannarlega mjög góðir og í aldrei sögu held ég sveitarfélagsins fengið í skoða vexti, bara þannig að það komið frá. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Og
Já, bæjarfulltrúi Anna Sigríður. Við biðjum orðið. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti, já það er ýmislegt mjög áhugavert komið hér fram. Það er fátt áhugaverðara heldur en ársreikningur og umræða hann og fólk hefur farið aftur í tímann og kannski minna verið að fara langt fram í tímann. En svo langar mér líka bara að segja, svo fólk haldi ekki að hér sé í þessari bæjarstjórn sé algjörlega hver höndur upp á móti annarri, að þá held ég svona yfirleitt nú, þegar við erum ákveða að fara í einhverja framkvæmdir og gera hluti, þá erum við öll sammála það og lántökur og annað slíkt. En mér langar bara að, ég ætla ekki að lengja þetta og fara í langar ræður efnahagsumhverfið, verðbólguna, vextina og verðbæturnar. Það er allt komið fram hér áður og ég ætla heldur ekki að nefna enn einu sinni að hér hefur ekki verið fjölgað starfsfólki. Og það er margsinnis búið að fara yfir það á bæjarstjórnarfundum, á bæjarráðsfundum. Það sem ég kom hingað upp til þess að segja er bara, jú, auðvitað og við sem vorum hérna í bæjarstjórn áður, við vitum að vextirnir voru mjög lágir. Sem var verið að vísa til hér áður á árinu 2021. Það voru líklega 1%, eru 3,5% núna. En vextir er bara einn hlut af þessu. Vandasami hlutin eru verðbæturnar sem að háttvirtur bæjarfulltrúi nefndi ekki. Það eru verðbæturnar sem eru að valda okkur þessum vanda og verðbæturnar koma á vegna verðbólgu og fleira ætla ég ekki að segja. Takk fyrir það bæjarfulltrúi. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls þetta mál. Svo tel ég ekki vera. Og þá er síðar umræðum ársreikning Mosfellsbæjar 2023 lokið og komið að því að taka til afgreiðslu. Og ársreikningur Mosfellsbæjar hefur að geyma samstæðureikning fyrir sveitarfélagið, það er sveitasjóð, stofnanir þess og fyrirtæki með sjálfstætt reikningshald og við tökum þá ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2023 til afgreiðslu í einu lagi og ég bið bæjarfulltrúa sem að samþykkja fyrirliggjandi ársreikning að gefa merki og það eru allar 11 hendur á lofti. Takk fyrir það. Þá er afgreiðslu þessa fyrsta máls á dagskrá lokið og forseti tekur þá fundarhlé.
Þá höldum við áfram þessum 850. fundi bæjarstjórnar og við lukum fyrir fundarhlífið afgreiðslu og umræður á ársreikningi Mosfellsbæjar 2023 og hér hafa verið lagðar fram bókanir sem að forseti mun nú lesa upp. Og þá það bókun BS og C-lista. Ársreikningur Mosfellsbæjar 2023 liggur nú fyrir en að ræða ársreikning fyrsta heila árs meirihluta BS og C-lista. Það verulega ánægjulegt að fyrsta heila ársreikningsári okkar sé skilað með rekstrarafgangi. Það ekki sjálfsagt í því rekstrarumhverfi sem sveitarfélög búa við þessar mundir. Niðurstaðan sýnir sterkan rekstur og vandaða áætlanagerð þar sem sjálfbærni, aðhald og metnaðarfull þjónusta höfð að leiðarljósi. Rekstrarniðurstaða ársins jákvæð 341 milljón króna sem ánægjulegur viðsnúningur frá fyrra ári. Allar helstu lykiltölur vel ásættanlegar. Veltufé frá rekstri 1,9 milljarðar eða 9,5% af tekjum. Skuldaviðmið nú 94,5% en var 104% árið 2022. Verðbólgan hefur gríðarlega áhrif á rekstur bæjarins sem sést í fjármagnsgjöldum sem urðu ríflega 1,7 milljarður eða 400 milljónum hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Verðbólguspáin sem sveitarfélögin miðuðu við var 5,6% en verðbólgan varð 7,7%. Launakostnaður jókst talsvert sem og fjöldi stöðugilda en hvort tveggja skýrist að stærstum hluta af yfirtöku bæjarins á rekstri Skálatúns mitt ár 2023 og af hækkun launavísitölu og kjarasamningum. Umsvif bæjarfélagsins voru talsverð, meðal annars var unnið að viðgerðum og endurbótum Kvíslaskóla, leikskólabyggingu í Helgafellskverfi, gervigrasvelli, endurbótum leikskólalóða og kostnaðarsamri gatnagerð. Mosfellingum fjölgaði 2,4% frá fyrra ári og voru ríflega 13.400 í árslok 2023. Stækkandi sveitarfélag kallar á uppbyggingu innviða og mikilvægt að sinna þeirri uppbyggingu jafnt og þétt í takti við íbúaþróun. Í verðbólgu umhverfi þarf að vanda hvert skref svo samfélag okkar þróist áfram með hagkvæmni og sjálfbærni að leiðarljósi. Bæjarfulltrúar BS og C-lista þakka starfsfólki Mosfellsbæjar, bæjarfulltrúum og nefndafólki fyrir góð störf í þágu bæjarins og starfsfólki fjármálasviðs og endurskoðendum mikla og góða vinnu við gerð ársreiknings. Þannig hljóðar þessi bókun. Þá það bókun D-lista. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins þakka starfsfólki Mosfellsbæjar og endurskoðendum góða vinnu og greinargóðar útskýringar á ársreikningi 2023. Sjá má á ársreikningnum að rekstrarumhverfið hefur ekki verið hagstætt, meðal annars vegna þrálátrar verðbólgu og hárra vaxta. Jákvæð rekstrarniðurstaða að mestu vegna hækkunar skatta, gjalda og álaga á íbúa og fyrirtæki í Mosfellsbæ, einskiptistekna af sölu byggingaréttar og hærri tekna frá jöfnunarsjóði. Í ljósi núverandi efnahagsástands mikilvægt að huga vel að rekstrinum og forgangsröðun framkvæmda og þjónustu. Þannig var bókun D-lista og þá það bókun E-lista. Bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar þakkar fyrir góðan undirbúning og greinargóð svör við ársreikningi fyrir árið 2023. Í ársreikningnum koma fram jákvæð merki auknar tekjur og meira jafnvægi í rekstri. Bærinn okkar að stækka í erfiðu rekstrarumhverfi. Framundan enn meiri uppbygging í sveitarfélaginu sem knýr á umtalsverða styrkingu á innviðum. Því mikilvægt að stíga næstu skref af varkárni svo við getum staðið undir þeim fjárfestingum sem framundan eru. Og þá hefur forseti lesið upp þær bókanir sem lagðar hafa verið fram og þá höfum við lokið við fyrsta mál á dagskrá og komið að fundagerðum til afgreiðslu. Þá það annað dagskrármálið sem fundagerð bæjarráðsfundar nr. 1623 sem haldinn var 2. maí 2024. Þar voru 12 mál á dagskrá og það opið fyrir mælendaskrá. Bæjarfulltrúi Lovísa. Víkurafund? Já, alveg rétt. Já, afsakið þetta. Já, það hefur verið vakin athygli á vanhæfi bæjarfulltrúa Lovísu við umræður og afgreiðslu máls númer 21 á dagskrá þessa fundar sem útboð á hirðu úrgangs og hún víkur þá að fundi ef engar athugasemdir eru við það. Á meðan við ræðum þann lið sérstaklega og afgreiðum áður en fundagerðin tekin fyrir öðru leyti.
engar athugasemdir, þannig að þá bið ég bæjarfulltrúa að víkja úr salnum. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls þennan lið 2.1? Svo virðist ekki vera og þá bið ég bæjarfulltrúa sem geta staðfest þennan lið fundargerðarinnar sérstaklega að gefa merki. Það eru 10 hendur og þessi liður samþykkt staðfestur með 10 atkvæðum. Þá kemur það beðið fundarhlé. Þá höldum við áfram fundi og til umræðu annað mál á dagskrá sem fundargerð bæjarráðs nr. 1623. Það voru 12 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu að öllu leyti nema liður 1 í þeirri fundargerð. Einhverjir sem óska eftir að taka til máls aðra liði þessara fundargerðar? Svo tel ég ekki vera og þá tökum við þessa fundargerð til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest þessa fundargerð 1623. fundar bæjarráðs gefa merki, já það 11 hendur samþykkt. Og
Þá förum við í þriðja mál á dagskrá sem Íþrótta- og tómstundanefnd, 278. fundur frá 23. apríl 2024. Þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem undir máli 3.1 í styrki til efnilegra ungmenna 2024. Kannski bara við hæfi hér að óska þessum frábæru ungmennum bara til hamingju með þann styrk. Og það kemur þá kannski aftur fram að við val á þessu frábæra fólki, þessum styrkþegum sem að sótt þá ekki hægt að veita þeim öllum styrk. En þeir sem að mættu og tóku á móti bara, ég held að við höfum bara ekki náð að óska þeim til hamingju áður en að þau fengu en hér í bæjarstjórn þegar það kom síðast fyrir. En bara til hamingju þeir sem að hlutu styrk og bara gott mál. Takk fyrir það bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin að öðru leyti, hinn lið þessara fundargerðar. Svo tel ég ekki vera og við tökum þá fundargerð 278. fundar Íþrótta- og tómstundanefndar til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest þessa fundargerð að gefa merki. Það eru 11 hendur. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Þá það 4. mál á dagskrá, það skipulagsnefnd, 610. fundur sem fram fór 3. maí síðastliðinn. Þar voru 12 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðsum þá fundargerð og við tökum þá fundargerð 610. fundar skipulagsnefndar til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest þessa fundargerð að gefa merki með handabreitingu. Það 11 hendur á lofti, samþykkt samhljóða. Takk. Þá höfum við lokið við afgreiðslu þeirra mála sem þess krefjast og komið að fundargerðin til kynningar. Og þar þá 5. mál á dagskrá þessa fundar sem fundargerð 37. fundar Öldungaráðs Mosfellsbæjar sem fram fór 30. apríl síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin því lögð fram. Þá það 7. mál á dagskrá sem fundargerð 391. fundarstjórnar Strætó sem fram fór 2. apríl síðastliðinn. Þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi, enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 7. mál á dagskrá fundargerð 392. fundar stjórnar Strætó sem fram fór 5. apríl 2024. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Lofís að gjöra svo vel. Til forseti, bæjarfulltrúar. Ég óska eftir leyfi forseta til þess að geta farið yfir fundargerðina í einu lagi. Takk fyrir. Á þessum síðasta venjulega stjórnarfundi Strætó, ég get kallað það. Við höfum verið að hittast ansi oft undanfarnar vikur og mánuði en að þá var lagður fyrir ársreikningur Strætó og endurskoðunarskýrsla fyrir árið 2023 og eins og kannski vonandi allir hafa kynnt sér, þá eru bæði góðar fréttir og slæmar fréttir í þessum ársreikningi en það kemur sennilega engum á óvart að reksturinn ennþá erfiður. Það að segja að þessar sömu áskoranir og eru áskoranir fyrir sveitarfélögin í landinu eru líka áskoranir fyrir byggðasamlag og við höfum þurft að súpa seyðið af stórum málum innan Strætó og vegur þar þyngst það að segja fyrir utan þessi venjulegu mál í rekstri. Þá var það lokaniðurstaða í dómsmáli sem að
lá fyrir í lok síðasta árs og við þurftum að greiða skaðabætur en það tjón má rekja til útboðs sem að fór fram 2009 eða 10 eftir því sem ég best man. Við erum með betri rekstrartekjur heldur við gerum ráð fyrir. Þar batnar örlítið. Við erum hins vegar við erum með jákvæða rekstrarniðurstöðu en vegna verðbólgu og þessa dómsmál sem að ég var að nefna, þá erum við með lakari rekstrarniðurstöðu heldur en við gerðum ráð fyrir. Ánægjulegt þó að hún ennþá jákvæð en fer í mínusinn þegar að afskriftirnar leggjast við. Þannig að rekstrarniðurstaða ársins var tap upp á 374 milljónir. Alvarlegast auðvitað sú staða að eigið fé félagsins orðið neikvætt sem að maður getur að sjálfsögðu ekki sætt sig við í rekstri félags. Það aðeins öðruvísi með rekstur byggðasamlags heldur en kannski einkafyrirtækis að þetta félag sem rekið með ótakmarkaðri ábyrgð eiganda. En engu að síður þá þetta eitthvað sem að allir eru vel meðvitaðir og ástæðan fyrir þessari slæmu stöðu má fyrst og fremst rekja einmitt til COVID-árana. Það sem að félagið hélt úti fullri starfsemi að því leytinu til að aksturinn var til staðar en auðvitað voru miklar takmarkanir á því hvað gátu margir nýtt sér þjónustuna og ekki fengum við stuðning sambærilegan því sem að einkafyrirtæki fengu því miður. Þannig að eftir sem áður þá erum við með þessa gríðarlega mikilvægu þjónustu í fanginu. Við þurfum að huga henni til framtíðar, hvernig við ætlum að leysa úr þessum almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Það skiptir gríðarlega miklu máli í allri umfjöllun að við áttum okkur á því að umferðarvandi höfuðborgarsvæðisins verður ekki bara leystur með auka framlagi í byggingu vega. Hér síðastliðin 10 ár hefur fjölgað ca. 90 íbúa á viku á höfuðborgarsvæðinu sem þýðir 45 nýja bíla. Við verðum einfaldlega að koma almenningssamgöngum hjá okkur í þann farveg að það geti nýst fleirum og vonandi geta þá þeir sem það kjósa notað almenningssamgöngunar þannig að þeir sem kjósa að nota bílinn sinn áfram komist þá þeirra sína leiða á bílnum sínum. Þá vil ég að lokum fjalla aðeins annað mál sem var þarna á dagskrá sem að útboðið. Það að segja, ég hef svo sem nefnt það hér áður að við erum búin að vera í útboði á ný á 55% af akstri fyrirtækisins. Það leit ekki vel út eftir að frumniðurstöður bárust okkur fyrir að verða 9 mánuðum síðan eitthvað svoleiðis og það var ákveðið að fara í samkeppnisviðræður í framhaldinu. Það hins vegar mjög ánægjulegt að þessar samkeppnisviðræður þeim nú lokið. Nú erum við búin að fela framkvæmdastjóra að ganga til samninga á grundvelli hagstæðustu tilboða sem lokatilboða sem bárust eftir þessar samkeppnisviðræður og takmarki okkar með þessum viðræðum náðist. Það að segja að við náðum kostnaðinum nær því sem að okkar áætlanir gerðu ráð fyrir. Það mjög ánægjulegt og þar með líka hefur það verið tryggt að það verður ekki þjónustubrestur í ágúst heldur verður þjónustan veitt áfram. Þetta þetta tvennt sem ég langaði að vekja athygli ykkar á. Ef það eitthvað sem þið viljið spyrja mig þá bara endilega látið mig vita. Takk fyrir.
Takk fyrir þessa yfirferð bæjarfulltrúi og þá þessi fundargerð 392. fundar enn opin fyrir umræðu ef einhver óskar eftir að taka til máls hana. Svo tel ég ekki vera og fundargerðin því lögð fram. Þá það 8. mál á dagskrá þessa fundar sem fundargerð 947. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem framfór 19. apríl síðastliðinn. Þar voru 28 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. En enginn kveður sér hljóðs þessa fundargerð og fundargerðin því lögð fram. Þá það 9. mál á dagskrá sem fundargerð 577. fundar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá 22. apríl síðastliðinn. Þar voru 10 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin því lögð fram. Þá það 10. og síðasta mál á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Það fundargerð 23. fundar heilbrigðisnefndar frá 29. apríl síðastliðnum. Þar voru 14 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin því lögð fram. Ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar en að lokum vill forseti taka undir þakkir sem fram hafa komið til starfsmanna sveitarfélagsins og endurskoðenda við þá vinnu við ársreikninga, miklu vinnu við ársreikninga sem voru samþykktir hér á fundinum. Ég þakka fundarmönnum fyrir fundin og næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 22. maí næstkomandi klukkan 16:30 til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan